Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Eins og við sjáum hér þá bakgrunnurinn ekki amalegur. En stundum þarf maður að stíga örlítið út úr umhverfinu sem maður býr í á hverjum degi til að sjá fegurðina í því. Og það minnir mann á mikilvægi umhverfisverndar og það einmitt þemað í þessum þætti. Við ætlum að byrja á heyrinni Elínu Ósk en hún ungur umhverfisinni. Elín, þú ert núna í nefnd hérna í bænum sem heitir UU, Ungir umhverfisinnar, ekki satt? Jú. Geturðu sagt mér aðeins frá henni? Herðu, þetta eiginlega glæný nefnd með ennþá mjög fáum meðlimum en þetta sést hluti af ungum umhverfisinnum sem eru félagasamtök aðalega fyrir sunnan samt eiginlega allt land. Og ég bjó fyrir sunnan í síðasta haust og fór þá að sækja svolítið fundi og mér fannst alveg glata að það væri engin starfsemi hérna fyrir norðan. Já. Þannig að ég fékk að taka þátt í því að stofna deild hérna fyrir norðan og við erum aðalega 2 stelpur sem erum að gera eitthvað. Við erum að fara í framhaldsskóla með kynningar. Já. En svo erum við náttúrulega bara að reyna að byggja nefndina upp og fá fólk til að koma og vera með okkur og já, bara að gera eitthvað. Gæti þá hver sem í raun komið og verið með í nefndinni eða það, þú veist, eitthvað fólk í nefndinni og svo getur hver sem verið með í boðskapnum? Eða? Nei, þetta í rauninni bara allir geta verið með. Þetta í rauninni mjög óformlegt. Það bara hópur á Facebook sem heitir bara UU Norðurland. Já. Og fólk skráði sig bara í hana og bara leið og við erum orðin nóg mörg, þá getum við bara að fara að ákveða að hittast og hvað við viljum gera. Og við erum ekki að tala bara að við ætlum í einhverja brjálaðar aðgerðir endilega, heldur meira bara að blanda saman félagslífi og góða málefni. Já, og hvert þá svona main mission hjá þessari nefnd? Hverju stefnið þið að? Hvað það planað að gera? Það náttúrulega aðalega kannski bara að vekja athygli á þessu málefni, að þetta sé eitthvað sem snertir okkur öll og af því að það svona ákveðin kannski misskilningur að það séu bara brjálaðir umhverfissinnar sem eigi að sinna umhverfismálum en þetta eitthvað sem við þurfum öll að pæla í af því að ég meina við búum öll saman hérna á jörðinni þannig að já, bara að fræðast svo hluti og já, ég veit ekki. Já, við erum að tala þennan græna lífstíl í raun, það ekki? Jú, nákvæmlega. Hvað myndirðu segja að fyrir þér, hvað græni lífstílinn? Fyrir mér það bara hluti af heilbrigðum lífstíl af því að við vitum öll að við þurfum að borða næringarríkt fæði, við þurfum að hreyfa okkur og sofa og svo hefur náttúrulega mikið verið umræðan í síðustu ár að sinna geðheilsunni. Þannig að við þurfum að vera með heilbrigðan líkama og heilbrigða sál en við þurfum líka að hafa heilbrigt umhverfi ef við viljum vera heilbrigð. Já. Þannig að grænn lífstíl snýst rosalega mikið að vinna að því og það eru endalausar leiðir og ég mæli með heimasíðunni grænn.is. Það íslensk heimasíða frá Umhverfisstofnun. Það sem bara verið í rauninni að gefa leiðbeiningar hvað felst í grænum lífstíl af því að grænn lífstíl ekki bara að endurvinna. Það svo margt meira. Við getum ekki talað umhverfisvernd án þess að tala neyslu og endurnýtingu á þeim hlutum sem við eigum. Við ætlum að kíkja næst í Restart vinnustofuna í FabLab á Akureyri. Þar verið að gefa raftækjunum nýtt líf sem við höldum eflaust að séu ónýtt og myndum annars henda. Hver hefur ekki lent í því að brjóta skjá á símanum sínum? Eða átt blandara eða samlokugrill sem neitar allt í einu að sinna starfi sínu? Auðveld og algeng lausn í svona aðstæðum að kaupa nýtt, en umhverfisvænni og ódýrari lausn væri að kíkja með hlutinn í Restart. En hvað Restart? Restart verkefni sem að hjálpa okkur að eiga betri samskipti við raftækin okkar. Það hefur verið svo þróun undanförnum áratugum að raftæki í meira og meira mæli orðin einnota og ef eitthvað smáræði klikkar þá þeim bara hent. Og okkur sagt að það borgir sig ekki að gera við þetta og bara á haugana með það og kaupa nýtt. Og raftækja úrgangur, hann að aukast, það ekki? Jú, út af þessum völdum þá hafa fyrirtækin komist upp með að hanna verri og verri raftæki og í rauninni hanna ákveðna úreldingu inn í tækin. Þannig að þau eiga ekki að endast
og við vitum alla þessar sérfræðingar sem sitja og pæla í Facebook hegðuninni, hvað þarf að sýna þér áhugavert til þess að þú verðir lengur. Það nákvæmlega sama sálfræðin notuð á tækin okkar. Hvenær getum við keypt sjónvarp af ákveðinni tegund og okkur finnst við ekki hafa verið svikin þó það sé ónýtt 2-3 árum seinna, rétt eftir að ábyrgðin búin og þá sé það ónýtt og þú varst að kaupa nýtt. Ef þið finnst að þetta hafi samt verið sanngjarnt, þá er þetta jafnvel til í að kaupa sömu tegund aftur þrátt fyrir þessar lélegu endingu. Og það er náttúrulega ekki gott. Það er náttúrulega líka gerst að hreinlega framleiðendur eru að hanna tækin þannig að það sé ekki hægt að gera við þau. Menn eru að líma tæki saman, menn eru að byggja saman hluti sem áður voru aðgreindir. Heyrði mitt viðtal við einn breskan rafvirkja sem var að lýsa breytingum í þvottavélum og hann sagði fyrir svona 10 árum síðan þá hafði hann verið að skipta legur í þvottavélum í hverri viku. Þetta var innan við klukkutíma að vinna, 40 mínútur, 30-40 mínútur, bara smelli í nýri legu, ekkert mál. Þess að ég er ekki búin að gera þetta í mörg ár núna og hver er ástæðan? Jú, þvottavélaframleiðendur föttuðu það að þetta gat lengt líftímann, þá fóru þeir að byggja saman tromluna og leguna í eitt stykki sem þeir verður að kaupa saman. Það tekur 3-4 tíma að skiptum og engi skiptir það. Og þannig verður rafmagnsúrgangurinn til. Hólmar segir okkur frá því að yfirvöld séu sem betur fer að bregðast við rödd þeirra sem vilja ekki láta bjóða sér þetta. Og döfinni séu lög hjá Evrópusambandinu sem skylda framleiðendur til þess að hanna tækin sín þannig að hægt sé að gera við þau og jafnvel láta leiðbeiningar þess efnis fylgja með. Restart er til húsa í Fab Lab verkmenntaskólans en verkefnastjóri staðsins, Jón Þór, er einnig sjálfboðaliði hjá Restart. Hvernig tæki er fólk að koma með? Það er náttúrulega mjög mikið símar. Fólk missir oft símana sína og fær aðstoð við að laga skjáinn og sitja baklið eða eitthvað þannig. Og svo er það bara mjög misjant, mikið af samlokugrillum. En þetta er bara misjant eins og núna erum við að reyna að laga þetta geisladiska hulstur sem er á þessari græju. Og það er bara eina sem er að því, annars virkar útvarpið og allt annað en það voru einhverju 6 geisladiska fastir inn í. Og hversu mörg tæki heldur kannski að þú svona persónulega hafa gert við? Já, ég myndi svona giska, ég er kannski búinn að aðstoða svona 6 manns við að laga símana sína. Ég hjálpaði inn að laga iPad, eða ekki iPad, þetta er svona tablet, Samsung tablet og þetta er að koma kannski svona yfir 20 tæki eða eitthvað á þessum tímabili sem við erum búin að vera með. En inn á Restart síðunni sem við erum með, restarticeland.org, erum við með svona reiknivél hversu mikil mengun við höfum sparað í heiminum með því að laga græjunar. Þannig að ef við lögum eitthvað þá setjum við það þar inn og þá sér maður strax að það breytir rosalega miklu bara að laga eina græju. Það eru ansi margar græjur sem að maður þarf að umgangast á sjónvarpsstöð. Þannig að við tókum með okkur svona til gamans eitt ljós sem að væri gaman að kíkja á með þér. Endilega, við skulum sjá hvað þið get gert með það. Hérna er ég komið með ljósið. Já. Þetta er svona stórt svona stúdíóljós. Málið er að það hefur brotnað hérna skrúfa. Nú er ég ekki mjög vel að mér, en ég hugsa að það þurfi kannski að fjarlæga þetta einhvern veginn, eða þú ert kannski betri í að greina þetta? Já, það er náttúrulega, það er ekkert mikið annað í stöðunni að reyna bara að bora þetta úr. Það er að segja bora í þessa skrúfu og reyna svo bara aðeins með afli að ná þessu upp úr. Við skulum bara reyna að vinda okkur í það. Restart vinnustofurnar eru haldnar mánaðarlega og best er að fylgjast með á Facebook síðunni Restart Ísland eða á heimasíðunni restarticeland.org. Við höfum erindi sem erfiði hérna í Restart. Við hérna í sameiningu náðum að laga ljósið okkar. Ég hvet alla til þess að koma með sína hluti sem eru búin að segja skilið við þennan heim að þeir halda. Koma með að hinga í Restart og við skulum sjá til hvort það sé ekki hægt að gera eitthvað. Það oft talað ákveðin kynslóðamun þegar kemur að umhverfisvernd. Er það unga fólki sem meira meðvitað eða er það eldra fólki sem tilbúnara að taka ábyrgð? Við komumst eflaust ekki að svarinu í þessum þætti, en við ætlum að heyra aftur inn í Elínu Ósk og heyra mikilvægt þess að við séum bara öll ábyrgð fyrir þessu. Hvernig finnst þér vera viðhorfið almennt bara, ef við lítum á hér í bæ eða í Reykjavík þar sem þú varst, hvernig finnst þér
fólk almennt taka í þessa pælingu? Er fólk peppað bara eitthvað svona, ok, yes, ég til í þetta, eða menn meira líta á þetta sem eitthvað svona tabú að vera að sinna þessu? Það eiginlega ótrúlega misjafnt eftir hvað fólki tala við. Það líka svolítið mikill mismunur milli aldurshópa. Ég finn til dæmis að eldra fólk, það finnst ekkert mál að flokka eða minnka notkun á bílum eða vera meðvitað í innkaupum og neyslu. En ég upplifði til dæmis svolítið eins og í framhaldsskólum þar sem ég hef verið með kynningar að krökkum sé svolítið sama og finnist allt í lagi að halda áfram að gera það sem þau eru að gera. Og það er kannski skiljanlegt af því að þessar afleiðingar á því sem við erum að gera, þær eru ekki ennþá komnar algjörlega í ljós. En þær munu gera það á næstu árum og þess vegna verðum við að gera einhverjar breytingar. Já, mér finnst ég að upplifa alveg pínu samt svona, þú veist, á mínum aldri, þá skynja ég alveg pínu svona einhverja strauma að fólk sé að átta sig aðeins á þessu og sé til í, þú veist, að flokka og hugsa út í fatasónuna og eitthvað svona slíkt, sko. Já, mér finnst, ég verð að segja að ég hef pælt og verið mikið í umhverfismálum bara í mörg ár og fyrir svona 10 árum þá var ég ógeðslega lame. En núna er þetta svona, það er ekkert asnalegt að vera að hugsa umhverfismál lengur og ég er ótrúlega ánægð með þá þróun. Til dæmis, ég á systur sem henni fannst ég svo asnaleg að ég veit ekki, en núna er hún farin að kaupa tannkremstöflur og margnýta innkaupapoka fyrir ávöxt og grænmeti. Þannig að ég er ótrúlega ánægð að sjá þessa þróun og ég held að auðvitað tekur þetta náttúrulega bara tíma. Við erum búin að vera að lifa eftir ákveðnum leiðum í langan tíma og það tekur tíma að breyta þessu. Og það er líka svo mikilvægt að fólk sé ekki of hart við sjálft sig og bara, já, ég verð að breyta þessu einni nóttu, þetta verður að gerast yfir lengri tíma. Já, með taka þetta í skrefum. Já. Einmitt. Bara eins og þegar við erum að tengja á áðan, þetta heilbrigða lífstíl, líta á sjálfan sig og geðheilsuna og allt það, þú veist, þá er alltaf talað taka skref, þú bara breytir ekki mataræðin yfir nóttu, þú byrjar að taka þetta, tekur svo þetta og hægt og rólega vinnur þið upp. Við erum þá væntanlega að hugsa þessi svipuð pæling með þetta. Já, mér finnst svo skemmtilegt að líka þessu saman. Þetta er bara ákveðin lífsstílsbreyting. Fyrir nokkrum árum var áherslan á mataræði og hreyfingu og núna geðheilsu. En núna er þetta svolítið, ok, við þurfum að breyta lífsstíl okkar varðandi umhverfið. Og það er bara sömu lögmál sem að gilda þar. Hvað gerist eiginlega við hluti þegar við erum búin að nota það og þurfum að henda þeim, svona eins og tyggjóklessur? Eru þeir horfnir þegar ég er búin að henda þeim? Nei, það er alls ekki þannig. Við ætlum að kíkja næst í Kjarnaskó á stóra tyggjóklessumálið, en þar er tyggjóklessudólgurinn mættur að henda tyggjói út um allt. Kjarnaskógur er ein helsta útivistarparadís Eyjafjarðarsvæðisins. Einar Sigtryggsson, menntaskólakennari á Akureyri og eiginkona hans ákváðu miðjan júlí að hjóla í Kjarna. Einar tók eftir gríðarlegu magni af tyggjóklessum á stígunum í Kjarnaskógi og ákvað að gera eitthvað í málinu, hreinlega að sýna borgararlega ábyrgð og tína upp klessurnar sem auðvitað eiga ekkert heima þarna í þessari útivistarparadís. Hann hófst handa 19. júlí og atburðarásinn hefur satt best að segja verið lyginni líkust. Stuttasagan er þessi. Einar er búinn að tína upp nærri 10.000 tyggjóklessur. Verðmættir slagar líklega í 500.000 króna. Á föstudeginum 19. og svo 20. laugardeginum þá fór ég allan aðalhringinn hérna. Ég byrjaði bara hér, aðalbílastæðinu. Fór allan hringinn. Og það var eiginlega ekkert hérna og það virðist sem einhverju hafi bara hreinsað það mjög vel áður en ég kom á vettvang og það var líka aðeins minna hérna og ég frétti af því að það voru krakkar að hreinsa tyggjó hérna fyrir sumarið. Já, og svo tók ég þverbrautina og líka hér nýja stíginn hérna í gegn og náði þar rúmlega 8.000 tyggjóklessum og mikið af þessu þurfti ég í rauninni að skrapa upp af stígnum. Tyggjóið þannig að festist? Já, það var bara pikkfast ofan í og ég mætti með hníf með svona oddi og gat stangað í þetta og náði þessu upp þannig. En það er náttúrulega sumt af þessu mjög morgið og þurrt, þannig að ég náði ekkert alveg öllum klessunum almennilega.
Þannig að það ennþá smá tyggjó eftir í stígnum. En Kjarnaskógur, þetta vinsælt útivistarsvæði. Hvað sagði fólk þegar það sá mann bara labba með hníf? Já, ég var að viðurkenna það að einhverjir af útlendingunum sem ég mætti hérna. Ég var reyndar alltaf á hnjánum bara að boginn að baksa við eitthvað og fólk vissi ekki alveg hvað ég var að gera en sumir útlendingarnir, þeir eru pínur svona skelkaðir en Íslendingarnir voru alveg, og fast þeir sem koma hérna reglulega, þeir voru alveg himinsælir með þetta og hvöttu mig áfram og hrósuðu mér og svona og bara ánægði með þetta framtak en jú, menn hafa alveg það er kannski ekkert gáfulegt að vera með hníf hérna. En þetta bara full fata, en þú segir að megnið af þessu sé nikótíntyggjú. Já. Hvernig veistu það? Allavega, ég gat náttúrulega ekki vitað það þegar ég var að stanga þetta upp, en það var mjög mikið af klessunum samt með svona áli á fast við, svona ál úr nikótíntyggjú pökkum eða spjöldum og þetta svona, ég var nokkuð viss að þetta væri að stórum hluta nikótíntyggja fyrst. Síðan þegar ég kom hérna 3 vikur seinna, eftir að ég var búinn að hreinsa stíginn, ég var voðalega ánægður með sjálfan mig að náða að hreinsa þetta allt. En svo 3 vikur seinna, 19 dögum seinna, þá kom ég hérna í göngutúr kvöldið til og þá var allt morandi í tyggjói og næstu 2 daga eftir tíndi ég upp 860 eitthvað klessur. Var það þá á einhverjum svona bara afmörkuðu svæði? Nei, það var svona meira og minna allan hringinn. Ég hafði ekkert komið hérna í 3 vikur og það var búið að dreifa þessu, já, tyggjó var bara út allt og það var allt meira og minna nikótíntyggjú. Það var alveg greinlegt og það þekkist mjög vel. Og meira segja var þetta þannig að þetta virtist, og þegar maður spýtir tyggjóin út úr sér, þá er það svona mjög, ólögulegt, það er meira svona eins og kúla, einhver svona tugga, en þetta var með svona flotta lögun eins og þetta hafi legið í nikótíntyggjóspjaldinu, plastspjaldinu. Já, það gengur sem sagt tyggjóklessudólgur laus. Einar fór í Kjarnaskóg á mánudaginn í síðustu viku og þá hafði hann frétt að aðrir höfðu tínt upp hátt í 200 tyggjóklessur rétt áður. En það dugði ekki til, greinilega. Miklu magni að tyggjóklessum hafði verið hent á nýjan leik. Einar líkir þessu öllu saman við söguna vinsælu af Hans og Gretu sem tíndu upp brauðmólana. Stígurinn var auður á löngum köflum, svo allt í einu kom bara ein slumma, svo næsta og svo næsta og svo næsta. Þetta var á mánudaginn og ég kom fyrir hádegi á mánudaginn, þá var þetta svona. Var komin heim eitthvað 12-leytið, fór aftur klukkan 3 og þá var aftur komin slóð. Og það sama gerst á þriðjudaginn, ég kom tvisvar á þriðjudaginn og það var slóð í bæði skiptin. Fatan með 10.000 tyggjóklessum er nánast full og það er ýmislegt hægt að gera við 500.000 eða hvað, Einar? Já, það er bara einhver sem að kaupa mikið tyggjó og notar það á réttan hátt en skilar því ekki á réttan hátt. Þetta var náttúrulega að fara beint í ruslið og það merkilega við þetta er að viðkomandi setur alltaf spjöldin í ruslið, sko. Spjöldin finnur maður í ruslinu en tyggjó er á stígnum. Já, spjöldin þau eru í ruslafötunum sem eru hérna í skóginum. Já, það er nú ekki margar ruslafötur með svona stígnum og það er í rauninni óþarfi. Að mínum mati, ég held að séu 3 á þessum stóra hring. Umgengni hérna er mjög góð. Maður sér vallarusl, það er 1 og 1 sígarettustubbur. Það vallar nokkuð annað, kannski tappi af bjórflösku eða gosflösku, en annars er þetta mjög góð umgengni. En einn rusladallurinn hérna við stíginn er ekki fullur, hann er með fullt af svona spjöldum.
Þetta gerir málið jafnvel enn flóknara, þar að segja að tyggjóklessudólgurinn hendir tyggjónu á stígana en umbúðirnar fara svo rétta leið í ruslaföturnar. En hvað ætlar Einar að gera við allar tyggjóklessurnar? Hönnuður hefur þegar haft samband við Einar og kannski getur listafólk búið til skúlptúr úr þessu öllu saman og því hér með komið á framfæri. Einar mikil talnamaður og auðvitað hann búinn að vigta klessurnar, rúmlega 12 kíló takk fyrir. En hver þessi tyggjóklessudólgur? Einar hefur auðvitað velt því fyrir sér og hann telur sig vita hver hinn seki Já, ég tel mig vera alveg komið með það, en ég ætla ekki að upplýsa það neitt sérstaklega eða vera að blása það út á netmiðlum eða eitthvað slíkt. Bara viðkomandi verður bara að finna hjá sér hvað skynsemi og samvisku og bara að láta af þessu, ef að segja ósóma. Þetta mjög sérstakt, það er bara einhver spenna væntanlega sem felst í þessu hjá viðkomandi og finnst þetta eitthvað spennandi eða sniðugt og ég held að við verum bara beðin að finna sér eitthvað annað áhugamál. Þú ert að segja þessi karlmaður? Já, en væri það ekki líklegra? Hvítur? Já, ekki allir glæpamennir hvítir karlmenn á miðjum aldri. En þú ætlar ekki að leggja fram kæru eða neitt svona? Nei, Guð hjálpi þér. Nei. En hvað með bæjaryfirvöld? Þú ert búin að vinna mikið hérna í þessu. Hafa bæjaryfirvöld til dæmis haft samband við þig og bara þakka þig fyrir framtakið? Nei, það eitthvað sem skiptir mig svo sem engu máli, sko. Það fólk, mikið af fólki búið að tala við mig. Finnst þetta mjög þakkarvert og bara í morgun nánast réðist á mig vinnufélagi og hristi duglega á mig spaðan og þakkaði fyrir að fá að njóta þess að ganga Kjarnaskóg á hreinum og fallegum stígum. Það alveg ljóst að umhverfisvernd stórt mál sem að snertir okkur öll, en hvað hægt að gera? Við ætlum að heyra enn og aftur í henni Elínu Ósk og hún ætlar að gefa okkur nokkur góð dæmi sem við getum tileinkað okkur í daglegu lífi. Og hvað finnst þér vera, þú talaðir það endalaust hægt að gera. Hver finnst þér vera svona, ef þú tekur dæmi fyrir einhver skref sem hægt að taka í rétta átt fyrir þetta, fyrir bara einhver meðal mann eða konu hérna? Hvað það sem væri hægt að gera? Það náttúrulega ótrúlega margt og það það sem svo skemmtilegt. En þetta hefur mismikil áhrif, allir þessir hlutir, og mér langar kannski að nefna þeir sem hafa mestu áhrifin. Og ég verð að nefna neysluna, því að hún að hafa svo gríðarlega mikil áhrif. Allir hlutir sem við kaupum, þeir eru úr einhverjum hráefnum, það búið að vinna þau, það búið að flytja þá og allt það. Og það líka bara sorglega að við erum að kaupa miklu meira en við þurfum. Svo líka bara það að minnka notkun á einkabílum, fljúga minna, bara fara frekar færri ferðir og vera lengur. Ég ekki vegan en ég mæli samt með því að minnka neyslu á kjöti. Og svo bara alls konar litlu hlutir eins og að endurvinna, nota bambustannbursta, minnka plastnotkun, að sleppa því að vera með rör. Að vera ekki að taka 20 servéttur á borðið þitt þegar þú þarft kannski bara eina. Ekki vera að láta vatni renna óþörfu, minnka matasóun, bara sleppa því að nota pókana. Bara þessa einnóttu póka, sérstaklega ef maður bara með kannski 2 hluti sem maður getur haldið á. Ef maður fer á Google þá getur maður fundið lista yfir bara mörg 100 atriði. Já. Þú veist, á einu ári að þú tekur þetta var bara samanburður sem þetta með eitt svona metal straw, jafnrör. Þú veist, það samanlagt, ég man ekki hvað, var fjöldi, 100 eða ekki 1000
af plaströrum og eins með að nota bréf til að þurrka sér versus að vera með handklæði. Já. 150 bréf fyrir eitt handklæði. Og líka usable cups fyrir kaffið. Já, fyrir kaffið. Ef þú kaupir alltaf kaffi í einhverju svona plastdollu í staðinn fyrir að þú væri með alvöru bolla, það einhverjar ótrúlega törur á milli. Einmitt. Já, þetta var einhver mynd bara sem var með þessu öllu svona, sko. Og líka bara, að setja nestið sitt í box, þó það sé plastbox, í staðinn fyrir að setja alltaf það í einnota poka sem þú hendir. Einmitt. Ef á 3 nestisbox heima, ferð alltaf í skólan eða vinnuna eða eitthvað, nota það í staðinn fyrir, alla daga ársins að taka poka, þá það alveg hellingur samanlagt, sko. Já. Og að því að mér finnst það skemmtilegt að pæla í þessum litlu hlutum, að því að við erum náttúrulega svo mörg á jörðinni og ef við gerum öll þessa litlu hluti þá verða þetta svo mikil áhrif sem verða frá þessu. Og eins og ég hugsa út í fatasóuna, ef við lítum á Rauða krossin eða Hertex eða eitthvað, það að geta komið föt þangað og geta keypt föt þangað í staðinn fyrir að vera að kaupa alltaf þessi nýju föt sem að svo bara bíða og enginn að nota þau. Það er svo, fólk bara með föt í skápnum sem enginn að nota í staðinn fyrir að ef þetta fer í Hertex þá eru miklu færri í snúning. Þá þarf ekki að vera framleiða svona mikið. Nákvæmlega, og mér langar einmitt að benda á búðina Aftur nýtt í Sunnuhlíð. Hefurðu heyrt um hana? Nei. Þetta er bara staðir þar sem þú getur leigt bás og þá getur þú verið með fötin þín þar og þau sjá að selja fötin. Já. Og síðan fæ ég hagnaðinn og þannig að þetta er bara í rauninni, það er bara notuð föt og dót til sölu. Okay. Þetta er bara algjör snillt og hægt að finna fullt af flottum fötum á bara ótrúlega góðu verði. Þetta hljómar eins og alvöru gæði. Já, ég mæli með allavega. Hvað er það með veganisman sem er gott fyrir umhverfið? Framleiðslan á kjötinu er það sem er svona mengandi. Við erum að tala það er mikil skógaræðing til að búa til pláss fyrir dýrin og skepnurnar og líka landsvæði til að rækta fæði. Og svo náttúrulega er verið að rækta fæði fyrir dýrin og svo borðum við dýrin í staðinn fyrir að rækta bara fæði sem við borðum beint. Já. Og svo náttúrulega líka það að ákveðnar dýrategundir prumpa mikið, gefa frá sér þetta metangas og það er náttúrulega heldur ekki, það er ekki gott fyrir andrúmsloftið. Nei, eins og við vorum að upplifa rétt í þessu. Já, einmitt. En ég er eins og það spyrja mig einmitt margir, af hverju ertu ekki vegan? Ertu vegan að þú ert umhverfissinni? Ég held að sé allt í lagi að borða kjöt en bara málið er að við erum að borða svo mikið af því að það er alltaf mikið af þessum dýrum í heiminum. Það er alltaf mikil áhersla á þessa framleiðslu. Já, við komumst ekki lengra í þessum þætti en við erum aðeins búin að hugsa hvernig við hendum ruslinu okkar, hvað við getum gert við gömlu raftækin og nokkra litla hluti sem við getum tileinkað okkur í daglegu lífi. En það er alveg ljóst að við leysum ekkert umhverfisvandann í einu þætti af eitt og annað en hvert lítið skref skiptir máli til þess að vernda þessa geggjuðu náttúru sem er allt í kringum okkur.